Já, komið sæl aftur. Hjá mér komin Þórhallur Guðmundsson, stjórnsýslufræðingur og félagsráðgjafi. Vertu velkomin. Já, takk fyrir að bjóða mér. Við ætlum að halda aðeins áfram að ræða í kjölfar fréttar okkar hér á samstöðunni Bjarg og svo bara svona geðheilbrigðismálin í heilsinni. Þú hefur skoðað aðeins og kannski verið, hefur svona þína gagnrýni á svona eftirlit með svona þessum einkaaðilum sem eru að koma inn í opinbera geirann. Ég veit ekki hvort þú sást að Grímur Atlason einmitt sendi frá sér grein þetta sama og þrýsti á umbætur. Hann talaði þarna 1100 og eitthvað daga sem að hefði dregist að veita bara svör eða einhverja úrlausn. Já, hann var að tala um fyrirhugaða nefnd sem á að fara yfir öll málefni heimila frá upphafi til dagsins í dag, sem kannski mun á einhvern tímann þá fellan þetta, en við erum náttúrulega með eftirlit með velferðarþjónustu. Það gæða og velferðar stofnun, nei. Já, eitthvað eftirlits, eitthvað. Við skulum bara gæða og eftirlitsstofnun velferðarmanna. Og hún gefur út leyfin. Hún gefur út til dæmis eins og leyf fyrir Bjargi. Og hún hefur á að hafa eftirlit með velferðarmálum. Hún hefur til dæmis, það hlutur hún hefur frumkvæðisskyldu, hún getur tekið upp mál sjálf og rannsakað, auk þess sem henni berast ábendingar sem hún rannsakar. Mér veitanlega hefur hún ekki rannsakað þetta heimili. Þá annað að þegar sveitarfélög í þessum útvistingum, þau að semja við einkaaðila að vera með velferðarþjónustu, þá fylgja því ákveðnir rammar og reglur. Að þetta framhald af sveitarfélaginu, þú tekur að þér skyldur sveitarfélagsins sem þetta fyrirtæki og þú verður að standa við þær. Sveitarfélagin eiga að gera það mjög skýrt Nú hefur það einmitt verið svolítið óskýrt með eins og Seltjarnarnesbæ sem að reynlega segist bara ekki bera neina ábyrgð þarna í þessu máli, endar það svo að Ásmundur Einar, þáverandi ráðherra, hans sá sem semur við núverandi rekstraraðila þarna á Bjargi og fyrir vikið þá bara einhvers konar, virðist hafa myndast bara einhvers konar tómarými eða þar sem að enginn virðist bera neina ábyrgð, enginn að fylgjast með og meðan bara búa þessir menn þarna. Já, og með við lýsingarna þínar að þarna maður sem getur ekki hreyft sig á sjálfstæðun. Það einn starfsmaður á vakt. Hvað gerist ef kveiknar eldur? Hvað gerist ef einhver veikist alvarlega annar og þessi á hann bara að vera í stólnum með iPadin sem sólarhringum saman. Þetta minnir dálítið á sögur frá Kópavogshæli á 7. áratug síðustaldar. Að það sem að fólk var svona lengi bara ekki þau var ekki sinnt. Nei, og það verður svolítið með Bjargið að þar hafi einmitt tíminn staðið svolítið í stað. Þetta auðvitað ekki hefðbundið búsetuform, ekki svona með við það sem að bara kveður á í fötlunarsamningi eða sem á reyndar eftir að lögfesta ná að gera á þessu þingi. En það búsetuúrræðin eiga núna að vera einstaklingsbúseta, það sem vart í sjálfstæðri búsetu. Og það löngu þeir sem hafa fylgst með málefnum fatlaðra, að við erum með svona búsetu sambýli þar sem voru 4-5 einstaklingar sem borðuðu allir saman, voru með stofuna saman. Það var ekkert garantera að þessum einstaklingum kæmi vel saman eða líði vel með hver öðrum. Og þar leiðandi þá einhvern tíðan vék þessi hugmyndafræði fyrir sjálfstæðri búsetu. Já, það auðvitað, það sem við viljum sjá auðvitað að geðfatlaðir séu eins og aðrir hvattir til þess að búa sjálfir og þurfa ekki að reiða sig á einhvern veginn einmitt þessa sjúkrakompleksa sem að mætti kalla. Já, það alveg eins og Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála gaf út fyrir 2020, en með þá gaf þeir út leiðbeiningar hvernig á að vinna vistunarmál fyrir fatlaða eða þessa búsetúrræði. Og það þetta dæmigerið í þessu að þú átt ekki að gera neitt
skjólstæðingurinn að fá að ráða sinni þjónustu og hvernig hún höguð og hvernig frítíma hans hagað og svo framvegis. Það á að taka mið af þessum þörfum, rjúfa félagslega einangrun, vinna í sátt og samlendi með aðstandendum og bara svona almenn skynsemi í framkomu við fólk. En sko, það spurning með eins og þarna hefur þetta ekki skilað sér inn í þetta á þennan sérstaka stað. En maður spyr sig sko að þetta annar staðar svona líka. Það ekki langt síðan að við vorum með mál þar sem að ung kona slasast á vakt, það var undirmönnuð, það átti að vera 2 á vaktinu, þetta var á einkareknu sambýli og hún slasaðist og svo fékk hún ekki bætur þegar hún ætlaði að sækja bætur til fyrirtækisins. Og maður verður að setja spurningamerki við að hvernig gat fyrirtækið einhvern veginn, það var í þessum tiltekna máli þá átti alltaf að vera 2 á vakt. Þarna bara 1 á vakt og þetta var með erfiðum skjólstæðingum. Þetta Klettabær, já. Já, og ég vil svo sem kannski ekki alltaf vera... Ég held að það hafi verið sagt frá því á sínum tíma. Já, það var alveg fjölmennilega fjölluðu vel þetta. Og þarna annað dæmi, sko, og það fleiri dæmi atvik á til dæmis öryggisvistunum sem ég líka set spurningamerki við að það sé verið að útvista öryggisvistun fyrir fólk sem hefur fengið þann dóm að verandi læknishendi í einhver tiltekinn tíma þangað til að það metið þannig að það komast aftur út í samfélagið. Þetta eru staðir sem alveg bjóða upp á átök, bjóða upp á það að erfið atvik geti gerst og að þessu sé bara í raunveru komið til vandalausra. Það finnst mér mjög sérstakt. Ég svona allavega á meðan að eftirliti, ég virðist ekki verið sinnt sem skildi. Nei. En það virðist, ég var nú eitthvað að renna aðeins yfir lögin einmitt rekstur á svona heilbrigðis starfsemi og það eru ég meina heimildin til staður að vera með einhvers konar eftirlit en þau í raun og veru svo litið útvista til fyrirtækina sjálfra að sinna svona sínu eigin innra eftirliti og skila inn skýrslum til heilbrigðisráðuneytisins að það sé allt í stakasta lagi. Og það allt í lagi ef að fyrirtækin sinna þessu. Ég meina ef þú ert með gott innra eftirlit þá það svona þjónusta sem aðeins fyrir utan fyrirtækið og hún á að lítur algjöru sjálfstæði og ekki undir stjórn eða forstöðumann fyrirtækisins kofminn og þú getur þá sent þessari þessu innra eftirliti. Og innra eftirlit í raun og veru þetta hljómar eins og að sé verið að reyna að góma fólk við að vera ekki að vinna vinnunum sína eða eitthvað, en svona innra eftirlit getur verið mjög virðisauκandi fyrir fyrirtæki. Það á þessum stöðum þar sem oft að fólk rekur augun í eitthvað sem hægt að gera betur og sem verður að einhvers konar nýsköpun innan fyrirtækisins. Þannig að þetta á ekki vera slæmt orð innra eftirlit þó að það hljómar þannig. Ekki nema maður hafi kannski eitthvað slæmt á samviskuna, þá vill maður nú ekki vera mikið undir eftirliti. En sko, það bara, svona innra eftirlit hjá ríkinu. Það mjög mikið hjá ríkinu. Það hjá ríkisstofnunum. Flesta ríkisstofnanir eru með eigin eftirlit með sjálfum sér og svo náttúrulega eru eftirlitsstofnanir sem hafa eftirlit með þeim. En hjá sveitarfélögunum hefur þetta þetta ekki eins algengt. En ef við tökum Berg sem dæmi, að hafa eftirlit með Berg sem Snæfellsbær. Nei. Seltjarnarnes, já. Það þýðir það að þú lætur einn félagsráðgjafa kannski fara 2 á ári í heimsókn, hann talar við nokkra vistmenn, hann talar við nokkra starfsmenn, hann skoðar allt með feldu, þrifalegt, heimilislegt,
er einhver dagskrá í gangi, er unnið eftir einhverju hugmyndafræði, þú veist, hvernig er bara, og þú veist, er fólk ánægt hana? Þetta er ekki margir klukkutíma, þetta er ekki einhver svona íþyngjandi kvöð til þess að sko sem þú veist, ó nei, við verðum að vera með eftirlitsstofnun til þess að eftirlit með stofnunum okkar. Nei, hjá litlu sveitafélagi eins og Seltjarnarnesi sem 8.000 íbúa, þá getur kannski einn félagsráðgjafi haft eftirlit með öllum stofnunum sem eru að sinna fólki hjá bænum. Ja, en ég meina eins og Björg, þar einmitt, það svona óljóst hver á að sinna þessu eftirliti, þannig að það þyrfti þá að vera í rauninni heilbrigðisráðuneytið sem að sér það. Ég held að sko, ég held ég sé ekki að fara rangt með, en í lögunum einmitt það svona skýrt kveðið á að það sé heilbrigðisráðuneytið sem fyrst og fremst sinni þessari eftirlitsskyldu líka með þessum sem sagt enga rekstrar aðilum í opinbera geiranum. En ég meina, þegar við erum að tala svona kerfi sem hið opinbera kerfi og hið opinbera sko heilbrigðis- og félagskerfi, þar sem að við bara samfélagið þarf að reiða sig á ákveðna þjónustu, sko það sem ég velti fyrir mér er hvernig getur við réttlætt að svona einkavæða það með þessum hætti og útvista með þessum hætti? Hvernig þurfum við ekki bara einhvern veginn að svona halda okkur höndum með það að búa til fleiri úrræði? Hvernig, ertu sammála mér í þessu? Já, sko, ég er mjög hlynntur því að sveitarfélögin útvisti verkefnum og eða til dæmis semjist eða séu nokkur sveitafélög saman með verkefni og þú veist frábært að útvista til dæmis snjóröðningi. Sumir vetur eru snjóléttar en aðrir og þá ertu að borga minna fyrir þetta. En það er mjög varhugavert ef þú ætlar að útvista viðkvæmu hlut og sambýli fyrir fólk með sko margvíslegar, geðrænar og jafnvel líkamlegar áskoranir. Þú verður þá að búa til mjög stífan ramma það hvernig starfsemin á að vera. Hún verður að vera eftir þeim lagalegu skildum sem sveitafélaginu er búin. Þú getur bara ekki látið einhver drega sambýli og það er einn á vakt í 32 klukkutíma með 4 skjólstæðinga. Það er bara mjög bara sjokkerandi og að fólk fari yfirgefi vinnuna og komi sér ekki tilbaka út af og miklu álagi. Og ok, kannski er þetta alveg svona ekstrím dæmi og það verður kannski ekkert verra heldur en þetta. En eitt svona dæmi er bara nóg. Það er þarna verið að gjössamlega. Það er mannslíf þarna. Já, það er mannslíf þarna og það er mannréttindi. Þó að þú sér búin að vera inn á stofnun í 50 ár og sért hún stofnunvanur. Það þýðir ekki það að megi ekki reyna áfram að bæta líf þitt. Það má ekki gefast upp. Það er að versta sem gerist, það er svona að þú ert einhver svona stofnun og það kemur nýr starfsmaður og segir, ég var að prófa þetta og þetta. Og þá segir einhver gamall starfsmaður, nei, við reyndum þetta fyrir 5 árum og það gekk ekki. Það sem við reyndum fyrir 5 árum, það kannski virkar í dag. Það kannski virkar með nýrri nálgun, það kannski virkar með nýjum starfsmanni. Það er að versta sem svona stofnanir gera, það er að gefast upp á staðna. Það er náttúrulega bara dregur þrótt úr þeim sem þeir eiga að vera að vinna fyrir. Já, það er akkurat svona mín tilfinning að þetta sé svolítið svona, já, þetta er svolítið svona
skítugu kallarnir sem voru bara hafa verið á þessari geymslu stofnun þarna í eitthvað tíma og bara fullri virðingu fyrir þeim líður manni svolítið eins og einmitt að það hefði verið hægt að reyna og ég meina ég skoðaði svona greinagerðir og ýmislegt samskipti bæði Seltjarnarness bæjar og svo umboðsmanns Alþingis og það var alltaf talað sko að þetta fyrirbæri Bjarg í sinni núverandi mynd sem að hefur verið í tæp 60 ár eins. Það væri bara síns tíma en vegna þess að akkurat mennirnir væru eiginlega og margir hverjir bara hafa verið þarna öll sín fullorðins ár þá sé bara of seint að breyta til eða það taki því ekki það svolítið svona og þegar það talað svoleiðis fólk og manneskjur þá einhvern veginn fær maður svolítið illt í hjartað. Já, ég var á síðustu öld þá var ég sumarstrákur á stofnun þar sem að voru svona geðfatlaðir sennilega sko myndu flestir hafa fengið einhverju greiningar í dag sem voru búin að vera á stofnunin í 30-40 ár og það var mitt viðhorfið, það er búið að reyna allt, við gerum ekki neitt. Svo komu nokkra stelpur sem voru að vinna hana, áhugasamar, þær fóru að mála konunnar og greiða þeim og detua við þar og keyra þar sko reglulega í hjólastólum út í garð og annað og það byrti yfir þessum konum. Þeim leið betur, það er brostu. Það þurfti ekki mikið. Nei. Þannig að það er að segja að bara, já, við erum búin að reyna allt. Það er mannleg tenging. Já, það er aldrei búið að reyna allt. Það er bara ekki búið að reyna allt fyrir en að viðkomandi er bara dáin, sko. Og þetta eru, sko, bara hættuleg viðþorf ef þú ætlað að vera að vinna í því að þjónusta fólk sem sko, stendur höllum fæti. En því miður, þetta verður oft og þetta er út af til dæmis að það er verið að keyra svona staði á mannskap. Þú veist, það að vinna vaktavinnu á vaktavinnu með svona erfiðum þjónustuþegum eða skjólstæðingum. Það er yfirleitt í þessum stöðum þá er meiri veikindi og lengri heldur en hjá fólki sem vinnur bara 9-5. Og það er svona, þú veist, og þessar vaktir, það er vont að vera að fara á vera á kvöldvöktum og næturvöktum og svo morgunvöktum og þetta er allt í kringum þennan rekstur er frekar þungt. Og þar að leiðandi finnst mér persónulega að það verði að ef að fólk ætlar að framselja þennan rekstur til einkafyrirtækja að það verði þá að vera með mjög stífan og skýran ramma og vera sko tilbúið að þurfa að grípa inn í og styðja meira við. En útvistunin var svo þægileg að því að þú skrifa bara ein ávísun sem á að duga fyrir árið og það kemur enginn forstöðumar eftir 4 mánuði og segir ég er að fara fram yfir fjárhagsáætlunina fyrir að nýju samningarnir er bara þú veist ég ekki efna þeim. Já, dýrt starfsfólk og það er kon leki og eitthvað og þannig að þetta er alveg svona fyrir sveitafélagin þá bara hljómar þetta sem sko bara besta lausnin. Bara ég skrifa 100 milljón krónur að tjekka og svo get ég bara gleymt þessu. Og talandi 100 milljónir, það voru nú flutta fréttir af þessu sama fyrirtæki og Rekubjörg mannvirðingu fyrir nokkrum árum síðan, 2 árum síðan held ég að þá það eru 207 milljónir sem að fóru í Reynimélin sem er annað úrræði á vegum þess að sama fyrirtækis. Það er sko svona öryggisúrræði og þetta hefur svolítið verið að vefjast fyrir mér sko að því að mannvirðing
við þetta fyrirtæki sem ætlar að vera með öryggisúrræði, en það einhvern veginn komið þannig inn á Bjarg, en Bjarg ekki beitt öryggisúrræði, heldur það bara búsettukjarni. Og svo einhvern veginn farið að grauta þessu saman, og þetta ekki nákvæmlega einmitt bara svona út frá föllunarfordómum og annað, að þessu sé svona hrært saman einhvern veginn í eina lausn, það sé ætla að slá þarna 2 flugur í einu höggi, til dæmis með að öryggisvist að fanga inn á Bjargi og annað. Það náttúrulega er bara það fáránlegasta sem ég hef heyrt lengi, að þú flytur öryggisfanga. Ég held að væri þannig að þú fær þegar þú dæmdur til öryggisgæslu, þá ertu dæmdur til þess að vera ákveðnum stað. Og það ekki forstöðumann staðarins að breyta því og ákveða það. Það hlýtur að vera þeirra sem eru með hafa yfir hafa sem sjáum að framfylgja dómnum, hvort að það sé fangelsismálastofnun eða heilbrigðisráðuneytið eða eitthvað, þá það ekki einhvers forstöðumanns að ákveða það að taka mann úr öryggisgæslu og flytja hann yfir á sambýli þar sem fyrir 4 einstaklingar. Alveg sama þó að þetta sé ekki ofbeldismaður eða neitt hættulegur, hann heldur ekki skilið að vera settur inn á einhvern annan stað heldur en hann var dæmdur á. Hann dæmdur til þess að vera einn í öryggisvistun og ég bara veit alveg að það margt vel gert þessum öryggisvistunum félagslega, það farið með... Já, og yfirleitt þetta nú jákvæð öll svona opin úrræði og önnur úrræði heldur í fangelsi og maður auðvitað fagnar þeim, en veltir einmitt fyrir sér að sama skapi, gagnvart þeim sem að fyrir voru á Bjargi og svo þessum einstaklingi, hvort að þetta tvennt einhvern veginn eigi eitthvað saman og eitthvað samleið. Nei, þetta var enga samleið, Þetta var enga samleið og ég meina, ég var nú að leita að þessu fyrirtæki og ég finn enga heimasíðu og ég finn enga neitt þetta, ég finn bara að gæða og eftirlitsstofnun velferðarmála hefur samþykkt gefið þeim leyfi, en ég meina fyrirtæki sem að þjónusta fólk með krefandi þarfir. Það hlýtur að vinna eftir einhverju hugmyndafræði. Það hlýtur að vera með einhverju svona síðu þar sem að útlistar hvaða hugmyndafræðin eftir hverjir sinna stjórnunarstörfum, hverjir séu sérfræðingar. Ég meina... Eftir því sem ég kemst næst þetta 2 manneskjur. Já. Sem eiga þetta fyrirtæki og reka. Já, ég meina... Ef ég væri kannski eiga þessi 4 menn sem eru þannig að Bjarga enga aðstandenda lengur á lífi, en ef ég væri aðstandandi ég myndi vilja vita bara eftir hvað hugmyndafræði er unnin. Hvernig fer hún fram? Hver stýrir henni? Er einhver viðtöl, er einhver hvetjandi viðtöl við þessa menn? En það er ekkert þannig, þetta bara virðist vera einhvers konar geimslaða sem fólk geimt og þetta alveg svona, og ég ætla ekki að vera álasa, ég veit ekki hvernig mannvirðing vinnur eða annað og hef engar forsendur svo sem til þess að dæma þau, en það að sveitarfélagið komi sér inn í þá stöðu að vera með fólk sem á þeirra forræði í einhverju sem stenst engar nútíma kröfur sem gerðar í velferðarþjónustu, það finnst mér mjög svona, það er að á sveitarfélagið ætti að drífa sig að gera bragabót, það er ekki dýrt að breyta þjónustu við þessa 4 menn. Nei. Það er ekki dýrt. Það tekur ekki mjög langan tíma. Það er hægt að byrja á því til dæmis að flytja 1 eða 2 þeirra eitthvað annað. Já, ég meina það er til fullt af þjónustu íbúðum, það er til önnur sveitafjölög og ég meina það er til, ég meina það er hægt að búa til stöður einlega
í kringum þá innan sveitafélagsins og hérna, ég meina, nú Seltjarnarnes ekki illa statt eftir því sem að ég kemst næst allavega og ætti alveg að vera í stakk búið að geta hlúðað öllu sínu fólki. Já, en þetta maður veit ekki, þetta er náttúrulega pólitísk ákvörðun. Þú velferðarmál eru náttúrulega pólitískar ákvarðanir og það er ákveðið, hvað ætlum við að miklu í þetta á þessu ári og ætlum við að byggja upp eða ætlum við bara að halda hlutunum eins og núna. Velferðarþjónusta er náttúrulega svakalega dýr og þegar málefni fallar var flutt yfir til sveitarfélaganna 2011 allir sem hafa skoðað það eru á því að það hafa aldrei fylgt í nægilega mikið stuðningur frá ríkinu. Ríkið ætti að styðja betur, ríkið ætti að veita meira peningum í þetta og sérstaklega til lítilla sveitarfélaga og sveitarfélaga út á landi. Lítil sveitarfélaga út á landi náttúrulega bara hafa sem hver ekki getuna til þess að veita þessa þjónustu og þar alveg hverfa fjölskyldur fallara barna úr sveitafélaginu yfir á suðvesturhornið. Og ég meina, og við höfum líka verið að sjá að oft kemur það fyrir að fólk hreinlega slitið í sundur á milli landshluta og frá ástvinnu sínum að vegna þess að það kemst inn á einhverja þjónustu í öðru sveitafélagi heldur en því sem að það hefur kannski bara alls upp í. En þetta er ágefni að þessu sé einhvern veginn, eins og þú segir, ekki fyllt betur eftir hendi ríkisins að aðstoða sveitafélögin við að veita þessa þjónustu í heimabyggð því að það auðvitað ætti að vera og að manni þykir bara hreinlega mannréttindi. Já, og líka það fyrir að mörg minni sveitafélög, þessi sveitafélög sem eru kannski með undir 2000 íbúðum, þau eru með byggðarþróun og það að missa fjölskyldu með langveikt barn, þú ert kannski að missa 5-6 einstaklinga og ég held að þetta miðað við það að áhersluna sem lögð á það að spyrna á móti öfugri byggðarþróun, þá ætti að reyna að færa þessa þjónustu þó hún kosti heimi hérað og já, það kostar að sinna fólki vel. Það kostar. Það kostar líka einmitt að útvista þessu eins og komið hefur fram með. Já, 207 milljónir í einn mann. Einmitt, og ég meina við vitum það bara sem erum fullorðin og rekum okkur sjálf að það kostar ekki 200 milljónir á ári að reka heimili og sér sjálfan. Nei, en við vitum náttúrulega ekki hvort nema að séu alltaf 4-5 á vakt hjá þessum manni að hann sé mjög erfur og eitthvað svoleiðis. En svo er það að þeir verða að spara með einhver svona útvistun. Ef eitthvað kemur upp á, þá situr sveitafélagið í því og þú veist með álitssnekki og orðspors áhætta kannski þarf það að vera fer það í gegnum einhver dómsmál sem það þarf að borga, þá verður þetta miklu dýrara og hlutir bara eins og það að ef að það myndi, þú veist, kveikni í einhvern svona stað eins og þú varst að lýsa. Það er bara eitthvað það verður bara eitthvað sem situr og festist við bæði fyrirtækið og sveitafélagið og verður ekki þrifið auðveldlega í burtu. Já, ég bara, og einmitt að vegna bara svona slægilegs reksturs einhvern veginn að það hljótist kannski stórtjón af og það getur kostað manns líf og en Þórhallur Guðmundsson, stjórnsýslufræðingur og félagsráðgjafi, ég ætla að þakka þér kærlega fyrir að koma og vera með okkur. Takk fyrir að fá mig. Og við höldum auðvitað áfram að fylgja eftir þessu máli og bara geðheilbrigðismálum almennt. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Fortíðin var aldrei, hún aðeins Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Húnavellir, fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Ertu á leið norður? Húnavellir fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Tjaldsvæði með rafmagni, gistiheimili, sundlaug og heitur pottur, líkamsrækt, leiksvæði fyrir börn, sparkvöllur, veiði í Svínavatni, rafmagn, hjólaleiga, morgunverðarhlaðborð, kvöldverðarhlaðborð fyrir hóp og húsbílar eru velkomnir. Hópatilboð í boði fyrir ættarmót, stórafmæli, fjölskyldu og vinafögnuði. Allar upplýsingar á hunavellir.is og í síma 861 23 19. hunavellir.is